Þá komið að 11. lið, Oddeyri, breytingu á aðalskipulagi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, heyrðu, Oddeyri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þá komið að Oddeyramálinu fræga. Liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 24. nóvember 2021. Lögð var fram að nýju lokinu auglýsingu tillaga breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri. Málið var áður á dagskrá skipulagsráðs 23. júní síðastliðinn og var afgreiðslu þá frestað. Er að ræða breytingu á aðalskipulagi sem hefur verið í ferli í rúm 2 ár en lýsing skipulagsbreytingarinnar var kynnt á fundi í Hofi þann 21. október 2019. Drög að breytingu voru kynnt 7. maí 2020 og var tillaga breytingu síðan auglýst 7. janúar 2021 með athugasemdafresti til 17. febrúar. Að athugasemdafresti loknum samþykkti bæjarstjórn að fara í íbúakosningu breytingu á aðalskipulagi svæðisins. Ráðgefandi íbúakosning fór fram frá 27. til 31. maí 2021 og máli tekið fyrir í bæjarstjórn að nýju þann 15. júní síðastliðinn. Var málinu þá vísað aftur til umfjöllunar skipulagsráðs. Með vísun í niðurstöðu íbúakönnunar leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að falla frá auglýstri tillögu að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri. Er mælt með að málefni uppbyggingar á Oddeyri verði tekin til umræðu nýju að loknum kosningum og þegar að bæjarstjórn metur hvort að ástæða sér til að endurskoða aðalskipulagi samanber ákvæði 35. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þá er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara segja vel gert skipulagsráð og mér finnst þetta bara mjög þroskuð afstaða að hlusta á það sem kom út úr þessari könnun og mér finnst bara alveg sjálfsagt að ný bæjarstjórn taki upp umræður málið, þannig að bara vel gert. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs sem geta samþykkt að falla frá auglýstri tillögu, gefur merki. Það eru 11.